Já, verið velkomnir árið góður hér í KA TV. Hér að hefjast fyrsti blakleikur vetrarins og verður vantarlega algjör hörkuleikur. Hérna eru tvö toppliðin í mismunandeild kvenna að mætast KA og Afturelding. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér enginn annar en Arnar, fremsti líberó landsins. Velkomin Arnar. Halló. Hvað segir þá? Æðislegt. Það ekki? Jú, loksins. Það er hvað, 6 mánaða pása síðan við spilum? Það er eitthvað svoleiðis. Það verður fróðilegt að sjá hvað gerist. Hvort allir eru mættir. Já, þetta er náttúrulega liðin sem voru í fyrstu 2 sætunum í fyrra og KA var á endanum deildarmeistari eftir að tímabilið var stöðvað. Það var svo sem með pálmann í höndunum, þannig að það var svo sem alltaf verið deildarmeistarar. Já. Það er svekkjandi að það fá ekki úrslitakeppnina. Já, það var svona vantaði að enda punktinn á þetta. Já, heldur betur, en nú byrjum við bara á 0. Öðrum að sjá hvað er að gerast hérna. Já. Birgir, það er ekki kynir. Herru, já, allavega þetta er að byrja hjá okkur, verður vonandi hörkuleikur. Við skulum byrja á að renna örstutt yfir lið KA. Kemur hérna, byrjum á nummer 2 Neru Mateljan, síðan kemur nummer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir, 4 Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir, 5 Pála del Olmo Gómez, 6 Kía Gunnarsdóttir, 7 Jóna Margrét Ardarsdóttir, 8 Sóley Karlsdóttir, 9 Ásta Lilja Harðardóttir, 11 Amelía Ír Sigurðardóttir, 13 Valdís Kapitúla Þorvaradóttir, 14 Heiðbrá Björgvinsdóttir, 16 Carmen Munoz Morales, 18 Sigurdís Lind Sigurðardóttir og númer 19 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Já, rennum kannski lið gestana þegar fáum við smá fyrstu pásuna. Þetta er bara að fara að byrja hérna okkur. Já, allt komið í gang. Það verður gaman að líka að spurning hvað situr í fólki eftir síðustu helgi þegar Vogabikarinn var. Já. Spilaði margir leikir og stundum tíma, mikið erfitt svona í byrjun tímabils að fara á stað og ætla að spila á toppleveli og einmitt. Ég veit að það satt í mörgum leikmönnum í vikunni. Já, algjörlega og hérna Þetta sjáum við einhverja breytingu á KA-liðinu. Það er komið hvað, Hrafnhildi hann inn á miðuna í staðinn fyrir Sigdísi. Já, Hrafnhildur að koma nýinn í KA-liði. Já, það er gaman að sjá hana í gulu og bláu, hún kannski viltur í gulu og svörtu. Já. Þetta er aðeins öðru í sig gullitir. Eða gullitur. Einmitt. Og svo ætla, eins og segi, Afturelding. Þær byrjuðu Vogabikarinn af krafti, unnu riðlakeppnina, en töpuðu svo úrslitaleiknum sjálfum. Já, það var svona ákveðin þreytumerki að fóra að líða á og það er spurning hvort allir eru búin að jafna sig. Það kemur í ljós. Já, þetta verður, eins og segi, vantarlega hörkuleikur. Þetta eru 2 liðin sem voru í þessum 2 sætunum fyrra. Og var einmitt spáð þessum 2 sætunum í vetur. En jæja, þetta er að fara að byrja hérna. Herru, það byrjar á misskilningi. Já, ekki alveg byrjun sem við vildum, en það er nóg eftir að þessu. Og fyrsta stigið er gestanna. Þetta er Ás. Já, frábær móttaka þarna og kemur Nera, en þetta er vel gert hjá Nivelínu og lauma hérna og Pála reynir að bjarga þessu, gengur ekki og þetta er gott stig aftur hjá gestunum. Þær kom þær í 2-0.
og þessi móttaka hjá Valdísi ekki nægilega góð, annar ás hjá gestunum. Hún að byrja þetta af miklum krafti, hún Velína Apostolova. Jæja, kemur fínt spili á gestunum. Helena klár og kemur boltinn á Neru. Nera setur hann í netið. Já, 4-0. Ekki alveg byrjunum sem KA-liðið ætlaði sér. En vonandi koma stakkurnar í taktum við þetta. Þannig kemur Pála. Frábært smass og þetta erfitt fyrir Telmu að ráða við og fyrsta stig KA komið. Pála til Olmo Gómez. Gerir þetta vel. 1-4. Gríðarlega mikilvægt að byrja veturinn af krafti. Jóna Margrét í uppgjöfinni. Sem föst og virkilega erfitt að taka móti þessu. Þetta gerir Telma eins og vel. Það boltan aftur, smassar. Jóna verst þessu og kemur Nera. Nú laga fyrir gestina og kemur missetnu bolti þarna en Telma bjargar honum. Pála reynir að refsa strax, gengur ekki. Telma aftur og í háhörnina á Neru og niður. Staðan orðið 5-1 fyrir gestina. Telma Dögg komið með 2 stig. Og ég held ég sé ekki að ljúga þegar ég segja að þetta sé fyrsta smasti í leiknum. Jæja. Þessi bolti, já, gerir Valdís mjög vel. Boltinn svo á Pálu, Pála laumar, það ná að bjarga þessu, þægileg bolti fyrir KA. Helena á Jónu, Jóna á Neru, Nera smassar þessu. En góð móttaka þarna hjá Velínu og þetta svo dæmt net. KA-liðið fær hennar bolta, nei fyrir ekki dæmt net á KA-liðið. Já, staðan 6-1. Dæmt net á KA-liðið og staðan 6-1. Jæja, Valdís gerir þetta vel. Jóna upp á Neru. Búið að mæta mikið á Neru. Nera frábært. Smarsar þetta mjög auðvitaðlega og þetta gott stig hjá Neru. Nera Marteljan. Króati sem kom til KA miðjum vetri í fyrra. Hefur komið skemmtilega inn í hópinn og orðin ansi stór partur af okkar liði núna. Og þessi bolti frá Pálu fer ekki yfir. Staðan 7-2. Það var feill. Sá fyrsti í kvöld. Vonum verði ekki margir hjá okkur í kvöld. Helena missir hann og hérna lúrir hún Kristín. Og hún refsar hérna á KA tekur leikli. Kemur henni ekkert á óvart. Já, Kristín Fríða með þetta stig og það útliti ekki alveg nóg gott fyrir KA upp af þessari fyrstu hrinnu. Minnum svo á að á Selfoss TV núna leikur KA og Selfoss á Selfossi í beinni útsendingu í Ólisteild karla í handbolta. Þannig að þeir sem geta horft á 2 útsendingar í einu, þeir geta fylgst með bæði KA TV og Selfoss TV. En jæja, hérna heldur áfram veislan hér. Boltinn á Páli afturlínu og setur aðeins á langan þessir út. Já, þetta ekki alveg að ganga upp hjá KA-liðinu eins og Þessi bolti þægileg fyrir Valdísi. Jóna upp á Helenu og já, Helena smassar þessu af háurðu niður.
Það gerir hún virkilega vel, góðin í framlínuna og þetta strax til sín taka. Fyrsta smasti K.A. leiknum, minnkar í 9-3. Æja, hvað gera gestin hér? Ég held að Telma hafi mistið sig þarna, vorum að segja í lagi með hana. Þetta stig endar alltaf hjá K.A. þá alltaf fyrir vikið, en hún haltar eitthvað. Hún ætlar grunlega að halda áfram, en þetta leit ekki alveg vel út. 4-9 og þessi bolti ekki yfir. Önnur uppgjöf sem klikkar K.A. Hún Hrafnhildur Ásta sem komin í K.A.-liði frá Þróttinnes. Næja, þá Telma Dögg mætt í uppgjöfuna. Og þessi bolti út. Já. Smá miskilningur hérna hjá Kristínu Fríðu og K.A. fær hérna ódýr stig. Bittu nú við, hvað? Nú misti ég af einhverju. Þessi var lengst út. Þessi bolti virkaði lengst út en Afturelding að fá þetta stig? Hvað? Það voru að ræða saman dómararnir, þessi bolti var bara einfallega út. Línudómarinn gefur skýrt merki það. Já, K.A. fær stigið, þetta var stórfurðulegt en K.A. fékk þetta stig. Það allavega var að vera rétt, það er gott að þetta endaði á réttu stað. Staðan 9-5 fyrir Aftureldingu. Bolti frá Neru og þessi inni, frábær ás frá Neru. Nera Mateljan minnkar þetta í 3 stig, komin 4 stig rauða K.A. Það? Jæja. Og frábær hávörð og já, K.A. minnkar hérna í 3 stig aftur. Ég var með eina villu þarna. Frábært blokksti hérna á K.A.-liðinu. Sýndist að vera hún Gíja sem að kom með þetta. Æja, Nera. Kemur bara ekki yfir þriðja uppgjörn á K.A.-liðinu sem að klikkar. Þetta er dýrt. Og Afturelding 4 stigum yfir. Bolti Valdís með flotta móttöku. Jóna upp á Helenu, Helena af hávörninni, það er ná að bjarga þessu. Lus tilbaka á Telmu afturlínunni. Jóna, þetta er erfið boltinn, hún er að bjarga honum. En Pála þar svo kom hún yfir. Lus og þessi bolti erfiður, þetta var góð boltin frá Dagrúnu. 12. stig gestana. Það var Dagrún Lóa Einarsdóttir sem kom með þetta. 5 stiga forskot hjá gestunum á ný. Já. Svona hefa tilfinninguna bæði lið séu en þá koma sér betur í gírinn og þetta er vel gert hjá Valdísi. Þetta er að bolta fara og fyrsta uppgjöf gestanna sem að klikkar. Þá kemur skipting. Hún Heiðbrá er mætt núna innan á K.A.-liðinu í staðinn fyrir hana Valdísi. Heiðbrá og Valdís eru skipta milli sín líberó stöðunni. Eða frelsingja stöðunni. Þetta eru svona sóknar og varnar líberó.
Sáum hvernig það best hérna. Þessi bolti frá Dagrúnu og langur. Og KA-lið fær hérna ódýrt stig. Þriðja stig sem KA fær eftir mistök hjá gestunum. Og 3 stiga munur. Vel gert hérna Heiðbrá. Og svo kemur þessi bolti skoppar á netinu. Þetta er frábærlega gert hjá Helenu. Ótrúlega erfitt að stoppa svona bolta þegar hún smassar í netið. Og í kjölfarið tekur hún svo uppgjöfuna. KA-lið að koma sér aftur inn í þetta eftir erfiða byrjun. Og Lus þurfti að tegja sína bolta og fyrir vikið var þetta erfitt fyrir hana Erlu Rán og KA-lið að fá bolta þennan. Skulum bara gefa Helenu ásinn. Það náði ekki að verjast þessari uppgjöfjörunni og aftur kemur erfið bolti þarna en Talibanar hún að valda bolta. Kemur svo með þægilega bolta til hliðar þarna Jónar nærunum og Pála smassar þessu og jafnar metin í 12-12. Pála del Olmo Gómez kom með 2 stig. 5 stig rauða KA og þá teka Mosfellingar leikhlé. Miklar sveiflur. Mosfellingar byrjuðu leikinn miklu betur. En KA er búið að jafna núna 12-12. Þá skulum við renna yfir lið gestana. Það er hérna. Númer 1 er Valdís Unnur Einarsdóttir, númer 2 er Steinunn Guðbrandsdóttir, númer 3 er Velína Apostolova, 4 er Kristína Apostolova, númer 5 er Þórey Símonardóttir, númer 7 er Dagrún Lóa Einarsdóttir, númer 9 er Kristín Fríða Sigurborgardóttir, númer 14 er Erla Rán Eiríksdóttir, númer 15 er Telma Dögg Gretarsdóttir, númer 17 er Lus Medina og númer 18 er Daníela Gretarsdóttir. Já, verður vantarlega hörkuleikur hér í dag. Að margra mati 2 bestu blaklið landsins í kvennaflokki. Stefnir reyndar svo sem í virkilega skemmtilegt tímabil bæði kalla á kvennamenn. Og það er enginn að afskrifa liðið eins og HK sem dæmi. Unnu mitt ofurbikarinn á dögunum með því að vinna mitt. Sjáu þessa laumu en hún er út frá Medínu Lus. Medína Lus er þekkt fyrir svakalega góðar laumur en þessi rétt út fyrir lék mitt með KA áður og fór til afturlendingar. Við þekkjum hana ansi vel. Þessi bolti Pála del Olmo frábær þarna, lúrði þarna upp í netið og skellir þessum í gólfið. Pála del Olmo Gómez, frábært hjá henni. 3 stig og KA er komið 2 stig yfir skyndilega. Komið með 7 stig í röð. Kemur hörkusmass hérna, frábær staðsending hjá Helenu og Pála með fína bolti yfir. Nú er Lus. Þessi bolti frá Erlu, stöðar af Pálu og fínt afturlínuspars frá Helenu. En það verður þessu. Hvar endar þetta? Frábær taktar hérna. Helena setur hann þægilega yfir. Nú er lag fyrir gestina. Lus upp og gott smass hérna frá Kristínu Fríðu. Það kom að því að gestin næði að svara fyrir sig og Kristín Fríða kom með 2 stig í leiknum. 13-14 og þá er Lus Medina í uppgjöfunni. Líka með góðar uppgjafir. Valdís missir boltann á langan og hann endar úti. Ás hjá Lus. Jafnar í 14-14. Lus Medina með sitt fyrsta stig. Skorar eða óvenju mikið með að vera uppspilari. Og hún mun klálega setja fleiri stig hér í dag. Þetta er eins og vel gert. Í boltinn á Pálu. Pála hávörnin. Það er ná að bjarga þessu en... Ok. Gía upp á Pálu. Pála aftur.
Frábær móttaka þarna hjá Kristínu. Og sáuðu þessa blokk. Þetta er skilgreiningin af monster blokk eins og oft talaði í blaginu. Gígja Guðnadóttir. Þetta gerði hún frábærlega, þvílík blokk og hún fagnar líka vel og innilega. 15-14 fyrir Káa. Gígja fer svo í uppgjöfuna. Frábær blokk. Monster blokk Ómar hérna í Káasalnum. Æja. Bolti Nera með fína móttöku. Jóna getur valið, setur hann að Pálu. Pála ætla að sneiða hann en næri ekki við netið og afturlík jafnar. Æja, þessi bolti fín en Helena tekur við honum. Kemur Pála aftur. Setur hann of langa núna. Já. Sjáum hérna 9 af 16 stigum gestana eru eftir mistök á Káa-liðinu. Þar af 3 mistar uppgjaðir. Þarf aðeins að laga þetta stelpunar og kemur Pála. Og þessi er inni. Vel gert hjá henni. Nú tókst það hjá Pálu sem hann ætlaði að gera áðan. Smell hitti línuna og Pála jafnir 16-16, 4 stig af Pálu. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Hörkubolti. Það á að verða þessu. Jóna missir svo boltan yfir netið. Nú er aftur séns fyrir gestina. Telma, frábær hávörn hjá Neru en boltin dettur röngum yfir línuna. Og afturhelding fær stigið. Þetta var vel gert hjá Telmu Dögg, frábær blakkona. Og þá geigar uppgjöfin. Káa jafnar í 17-17. Þetta ætlar að vera svaka lokakafli í svona fyrstu rinnu. Þeir eru mikilvægt að ná sigri í fyrstu hrinu. Pála. Telma tekur á móti. Laus upp á Telmu. Telma smassar þessu af hávörðinu og út. Telma er að láta til sín taka. Skildi svo með engan undra. Frábær leikmaður. Komið með 4 stig. Kemur skipting á gestunum, Steinunn Guðbrandsdóttir kemur hérna inn fyrir Laus með Dínu. Minnum á leik Selfoss og Káa á Selfoss TV í handboltanum. Seinni byrjar þar leiðir Káa 14-12, það er nóg eftir. Það er frábært að ná stigið eða jafnvel sigri Selfossi. Sjá hvað gerist hér. Nera. Alltaf hérna sem að Elína tekur á móti og hörkusmasi, sáuð þið hávörðina hjá Helenu. Frábær blokk og Helena Kristín Gunnarsdóttir með virkilega góða blokk hérna. Og skipting hjá Káa-liðinu. Hrafnhildur kemur út og inn kemur hún Carmen. En sjáum hérna Káa komið 4 stig eftir blokk. 1 hjá gestunum. Hávörðin að standa fyrir sína á Káa-liðinu. En já, hún er mætt núna Carmen Munoz Morales. Og þau beinti uppgjöfuna. Það taka vel á móti. Og Nera blokkar þetta og er séns við Káa-liðu. Jóna yfir á Helenu og vá! Ég var að tala að vanta kannski blokkinu hinum megin. Þá kemur þetta svar frá Telmu. Telma með risa blokk þarna. Og annað blokkstig gestana mætt. Telma Dögg 5 stig fyrir svo beint í uppgjöfuna sjálf. Sér bolti, Pála klár, Jóna hratt uppspil á Gíu en þessi bolti var kannski full neðarlega og Gíja næri ekki að stýra honum yfir. Og 2 stiga munur fyrir gestina, það vantar 5 stig til þess að klára þessa fyrstu rinnu.
Það Káa að svara sem allra fyrst. Þessi bolti er langur, allt og langur frá Telmu og Káa lega fljótt að lesa það. Þriðja uppgjöf sem klikkar hjá gestunum, 19-20. Þá skipting, Nera kemur út og inn kemur Sóley Karlsdóttir. Sóley er með mjög skemmtilegar og flottar uppgjafir. Og það er alveg ástæða að vera að skipta henni inn. Nú fer hvert stig að vera ansi mikilvægt. Sóley kemur með þetta. Já, Telma tekur við þessu. Æja, kemur hratt uppspil hérna á hana Kristínu en Káa ráðast við þetta og svo kemur þetta frábæra smass frá Helenu. Jafnar í 20-20. Helena Kristín kom með 5 stig og 4. smass til Káa-liðsins komið. Þetta er allt að koma. Sóley er því aftur uppgjöfina 20-20. Sóley, já, fastur bolti. Telma er að taka vel á mótunum. Boltinn hérna, frábær blokk hjá Gíu. Gía gerir ekki annan að blokka bolta núna. Frábær á miðjunni. 21-20. 5. blokkst í Káa-liðsins og Gía þessi bara komið öll 3 eftir blokk. Frábær á miðjunni. Reynir mikið á hana í hárunni. Sóley aftur á Telmu. Telma fína mót, tekur svo í afturlínu en tekur Sóley við honum. Jóna upp á Helenu. Helena laumar og það ná að bjarga þessu. Þessi þetta er út. Hann lag yfir netið og datt svo röngum megin við línuna fyrir gestina. Og Káa er komið 2 stigum yfir eftir 4 stig í röð. Þetta er fljótt að gerast hérna 22-20. Rennum bara yfir tölfræðina þessar fyrstu hreinu þegar henni er lokið, það stutt í það. Það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að blokkin sé í lagi og hún er búin að vera það heldur betur á Káa. Gía Guðnadóttir algjörlega frábær og svo er alltaf búin að fá góð stig frá henni Helenu, frábær á kantinum. En nú er spurning hvaða svör hafa gestirnir við sem flotta kafla á Káa. Ja, Sóley áfram í uppgjöfinni og hún á að halda frá sama dampi. Hún er smá pása núna. Sóley, fastur bolti og það ná að bjarga þessu. En þetta smassir út og Káa-liðið fær stigið. Það var vel gert hjá Mosfeldingum. Þeir eru utan smassið. Það endaði úti. Káa 23-20 yfir núna. 2 stig í viðbót. Kemur Erla Rán inn í lið gestana á ný. Flestar uppgjafnar hjá Sóley búin að vera endalega beint á Telmu. Og það heldur áfram. Og sjáu þið hávörnina frábær en aftur reyna gestirnir. Fastur bolti, þetta er frábær bolti hérna á Telmu. Skorar gríðarlega mikið af stig fyrir gestina. Komið með 6 stig. Skiptaðar aftur Sóley og Nera. Smá erfiðleikar á skiptingunni en hún gengur upp núna. Þórey Símonardóttir í uppgjöfinni fyrir gestina. Mikilvægt að hún setja þennan bolta yfir. Gerir það, Pála tekur við beint á Jónu. Jóna hratt uppspil á Gíu og þessi bolti er gripinn. Það er bara bannaður flækir. Og Gía Guðnadóttir er að koma Káa 1 stigi frá því að klára fyrstu hrinnu. Þá skipta gestirnir.
Jæja, Helena Kristín í uppgjöfinu fyrir Káa. Vantar 1 stig. Helena, hvernig hefur boltinn. Og þessi móttaka er ekki nægilega góð og þetta er búið. Káa vinnur fyrstu rýnu 25-21. Ás hjá Helenu Kristínu Gunnarsdóttur. 6 stig henni og Káa vinnur 25-21 eftir að hafa lent 9-3 undir. Frábær endurkomið á Káa liðinu sem að, eins og segi, byrjaði þetta illa en svöruði heldur betur og tekur fyrstu hrinu. 1-0 fyrir Káa. Kíkjum á tölfræðina. Hérna sjáum við hana. Helena Kristín 6 stig á Káa liðinu. Pála til Olmó 4. Gíja Guðnadóttir 1-4 og Nera Marteljan 2. Hjá gestunum, þar er Telma Dögg með 6 stig, Kristín Fríða 2, svo er það Velína Apostolova, Dagrún Lóa og Luz Medina, allar með 1 stig. Og síðan sjáum við tölfræði liða, 1-0 fyrir Káa, bæði lið með 5 stig eftir Smöss, bæði lið með 3 stig eftir Ása, 1 lauma, það var hjá gestunum, 5 blokkstig á Káa-liðinu gegn 2 og 9 stigi sem Káa fær eftir mistök á afturlendingu og 10 hjá gestunum. Og bæði lið með 3 mistöðnar uppgjafir. Káa skoraði mest 7 stig í röð, afturlending 4. Káa skoraði þarna 7 stig í röð þegar svöruðu bara strax og komast yfir. Káa mest 4 stig yfir, gestunir 6 stigum yfir í stöðunni 9-3. Það er Káa-liðið sem að enda þetta betur og tekur fyrstu hrinu. Já, þessi leikur að standundir nafni sem algjör toppslagur fyrsta umferði með Súna-deildinni. Já, styttist í að önnur hrina byrji, en já, eins og segið, blakveislan loksins hafin. Það er hálft ár síðan að tímabilinu var aflýst vegna COVID. Þá fáum við aftur góðan gest og sterka innkomu í útsendinguna. Þannig Arnar er aftur klári að vera með okkur. Það er frábært. Og ég hækka í honum hérna. Velkomin aftur Arnar. Það var smá tæknileg lörðuleikar hérna í fyrsta leik. Það er bara eins og það er. En þetta var flott endurkoma hjá okkar liði. Þetta byrjaði illa, þetta okkar 9-3 undir. Já, það var svona einhver beigur í með þetta í byrjun. Já. Svo kom leikurinn sem við vorum að bíða eftir. Já, munaði heldur betur það að Hávarnir fór heldur betur í lag. Já. Og svo náttúrulega ertu með leikmann eins og Helenu Kristínu á kantinu sem getur líka alveg smassa. Já, hún getur alveg klárað þar hún er í stuði, sko. Þannig að já, þetta er svona eins og mann í grunna, það er kannski svona smá rið í liðinu, svo sem eiginlega bara ofbyggar kannski einu ægilega sem að liðinu fengu eitthvað ráði fyrir tímabilið. Já, það er ekkit. Það er kannski búið að vera svolítið styttra undirbúningstímabili heldur en oft áður. Heldur betur, þrátt fyrir langa pásu. Ja. Fyrsta stigið er gestana í þessari annar hreinu. Mismundu uppgjöf. Svo einhvern veginn pappið þurfa að taka með yfirgæslu. Já, það verður rætt og fleira. Kom hörku spil frá Neru alveg yfir. Já, Nera mjög skemmtilegu leikmaður og hefur komið mjög svona skemmtileg inn í liðið. Já, hún er líka lífleg og hún rífur svolítið um stemninguna. Það er bara þannig. Já. Og svo ætla með Pálu líka, kannski ósækjart að nefna hann ekki að líka. Algjörlega frábær leikmaður. Hei, það er bara ás. Já.
Það var nefnilega bara nokkuð stöðu móttaka þarna hjá Aftureldingu í fyrsturinu. Já. Og einmitt, hún Telma Dögg sem alltaf þeirra stigahæst, hún þurfti nú að taka við ansi mörgum uppgjöfum, erfiðum uppgjöfum. Greinilega leikplanið að setja boltan á hana. Já. Það leyndi sér ekkert. Og talandi hana, þá hún einmitt að skora hérna hörkustig. Ótrúlega öflug smöss frá henni og ekkert rosalega spennandi að vera að taka á móti þessu. Nei, en það held ég að það hafi verið hugsunin þegar allir boltar að setja á hana. Það ekki það að hún sé ekki góð í móttöku, heldur að hún kannski ekki alveg tilbúin þá að smassa næsta bolta stundum. Einmitt. Þannig að það miklu frekar það. Einmitt. Hérna fær KA út í stig, misjandi uppgjöf hjá gestunum. 3-2. Gíja mætti inn á. Já. Glemdi sér aðeins. Úti segja þær. Þetta var hárfínt úti. Já. Og reyna að fá touch á Jónu en ég sé það ekki. Þetta er hlutdrægur. Og þetta aðeins tengtur. En já, þetta slöpum með skrekkin. Þetta var virkilega fast hjá henni Telmu. Hrafnhildur, já. Heyrðu, það bara hrapaði þarna inni. Bara langt inni. Já. Þessi lúkkaði mjög úti en Hrafnhildur Ásta, hún græði nösk. Það var bara hérna bíl þegar hann fór fram hjá okkur, það bara datt hann eins og steindauður. Strax fyrir hann að læra á loftið í kamelinu. Já. Gott móttaka. Og flott vörð. Uppalega gert. Og Helena reddar þessu yfir, þetta er svolítið upptalega. Og úti. Aftur úti hjá Telmu. Já. Heyrðu, nú bara byrjar að káa aðeins betur inn í fyrsturinu, það er alveg þannig. Já, skulum vona að þetta verði ekki alveg andhverfa. Ætla sé líka planið hjá okkur reyna að setja boltan eins mikið yfir á laus þegar við getum stýrt í. Já, ég held þú viljir alltaf reyna að forðast að fækka boltanum sem hún spilar upp. Já, ótrúlega öflug í uppgjöfunu en líka svo nösk að lauma. Já, hún er alveg með auga fyrir þessu. Ég var svolítið hissa hérna þegar hún laumaði fyrir henni og hann var úti. Já. Það er ekki ónt sem það gerist. Nei, einmitt. Hann var líka alveg hárfínt úti. Já. Þannig að ja, það er klárlega uppgjöfnar á og gratísboltarnir yfir á lús til þess að minka biti í Aftureldingu. Það er eitthvað búið að spá sennilega í leiknum. Já. Ef maður þekkir Matteo og þjálfur að káa eitthvað þá er það búið að pæla í ansi miklu í leiknum. Það er eitthvað búið að velta sig fyrir sér. Það er örugglega eins og búið að pæla í sko í hvora áttina hérna var skúra fyrir leik. Já, mögulega getið að verið farið til það. Ja, Hrafnhildur áfram í uppgjöfum, búin að vera flott. Káa komið 4 stig í röð. Lewis vinna að lauma. Já, svið mér þá, mér sýndist því að næst í hann nei, með að við svipinn þá náði hann ekki. Nei. En það leit alveg út eins og Já. En það eru stóð ansi lengi kjörar inn á. Já, og ef einhver ætti að þekkja laumundar hjá Lewis, þá ætti það að vera káaliði. Já. En þetta var svolítið það sem Afturelding þurfti, aðeins að ná stiginu. Já, það eru aðeins meira Lewis í kjöfari. Já. Þessi var sterkur. Þessi var ræðileg. Pála, já. Þetta reddaðist, þessi var erfið svona uppgjöf. Snerti netið. Aftur reynir að lauma. Og káaliðin að berga þessu. Ég held að Pála var með þetta í horninu. Hún var búin að lesa þetta. Þá gerist þetta. Þessi bolti var held ég ekki fyrir ofan eittstreng, aldrei. Nei, þetta er það. En já, gaman að segja að Jóna hefði enga trú á Pálu en hún bara tók hann sjálf. Jæja, 7-3 fyrir KA. Það væri alveg vel þegið að ná að halda þessari fórustu út hreinuna. Nei, kemur jafn hjá Neru. Já. Fullkomið móttaka. Já, og þessi bolti. Hvorandur þetta, Helena. Og enda svo í flottu stíð á Velínu. Já, það var velslegin lína hana. Já, Velína Apostolova kom með 2 stig, átti fyrsta stíð í fyrstu hrinu. Og svo að bæta við öðru núna.
Já, þetta staðan 7-4 og þessi bolti á velgert hjá Valdísi og Helena. Já. Þessi var passlega fastur í blokkina. Já. Gaman að sjá Helena aftur með gleraugun. Já. Ég ætla að logi því í útsendingu í fyrra, hún hefði farið í laser. Já, ok, já, sennilega hefur það klikkaði eitthvað. Já. Ég gaf mér það bara. Nei, hvað það? Já. Núna kemur hún yfir hérna. Já. Svekkjandi eftir að hafa náð að deffa boltan hana. Þarna vantaði bara að taka 1 skref í róliðitónum og spila boltan. Flott blokk, fín passir blokk. Já. Það munar þokkalega að hafa gíu hana. Já. En við þurfum að spila úr svona boltum. Það er bara þannig til þessi blokkin að fá svona bolta. Já. Já, Pála. Já, þessi. Maður sá allan tíman hvert þessi myndi fara. Hraður bolti á Pálu. Já. Pála kom með 7 stig í leiknum. Já. Það voru einhverja sögursættir hún væri tæp fyrir leikinn en það er ekki að sjá hann núna. Nei, það voru svona margir hálf slepptir eftir síðustu helgi en það er gott að vera með góðan sjúkraþjálfara heima. Já. Jæja, Jóna á Helenu afturlínunni. Já. Og netið, það bjargar. Helena er búin að gera stútir að netið hérna. Þetta er svo vond þegar þú ert búin að taka í stöðu og komið niður í fastan bolt og svo fer hann að netið. Einmitt. Það er erfitt að... Ekki blakkona ásins fyrir ekki neitt. Nei, þú nýtir þetta allt. Já, það er flott miðjuspil. Góð vörn. Og heyrðu, það var bara stramblastáttar, það var bara goggurinn yfir. Já, ég hélt að telja á mér alltaf að verða bolta en það var rándýrt. Það kom spænsku goggur. Já. Káa komið 6 stigum yfir. Það munar heldur betur þetta. Og þessi bolti út. Já. Fastur. Munaði ekki miklu frá. Nei, þetta er svona til að stöngin út eða að tala um eitthvað aðra íþróttafyrir en blak hjá gesturum eins og er. Já, það er eitthvað svona verið að reyna að finna þetta miðina. Já. Gía áfram, Káa komið 4 stig í röð, 7 stigum yfir. Lus, boltan á Telma. Já, heyrðu, kom bara þessi fína vörn og... Sjáu líka vel getur Jón að koma boltan á Pálu. Þessi... Nei, ok. Þetta er í leik. Já. Og... Nei, það var ekki svo klúðrar Pála þessu á endanum. Þetta leit allt svo vel út. Já, ég held bara reynlega að þessi bolti væri bara út í þarna yfir hana, en kannski ekki. Það er auðvitað að sjá það hérna. Já. Pála er fljóta að brosa. Já. Það er ekki eina viti að hafa gleðina alls ráðandi. En það er nú vel teipað, hann er læri síns mér, þannig að það er nú ekki á Pálu. Já. Og svo kemur. Já, það var flott blokk. Sýndist að vera Valdís sem að klára þetta. Og vinstri endinn andan lokaði. 3. blokkstigið hjá gestunum. 1. stigið hjá Valdísi. Helena fín móttaka Jóna á Neru. Og heppum bara að netið tók þennan. Já. Það fór ekki undir. Já, það lítur betur út að fara í netið allavega. Ekki að skipta kannski öllu máli en... Sér bolti svo. Það er bara... Er ekki komið alltaf að uppgjafa mistökum? Jó, það er komið 6 mistökum uppgjafir hjá Mósveldingum, 4 hjá okkur. Það er alltaf mikið í stöðunni 13-8. Já, það enda í annar hreinu sko, það er alltaf svo í heldina við leiknum sko.
Já, ætlar Jón að gefa upp aftur á bak? Nei. Já, ef einhver getur það, þá getur það hún líklegast. Mikill Black Haley, eins og kannski þekkir. Já, það eitthvað. Æja. Nú fór þessi yfir. Já. Þetta var ekki alveg fullkomið móttaka. Nei, koma boltan yfir enga síður. Nera. Já, nú ætlaði hann að berja. Já. Maður sér það á svipnum á Neru þegar hún kemur inn á fullu poweri. Þá gerist eitthvað. Já, og þetta heldur betur að Telja hjá henni. Já. Þetta var skára Já, það er svo langt sinni lístum að ég var búin að gleyma 5-urunum. Það er miklu skemmt að koma með eitthvað meðmann fyrir bara einn. Það er einhver til að hlæja þig. Já. Áhaldinu Neru. Þarna, flott. Já. En þetta var, þarna treysti Telma held ég bara svolítið á coverið. Þið var bara að banka í blokkina og vildi spila þess aftur. Já. Það er heldur betur að mæða mikið á Telmu. Það leita að henni nær eins og sók. Já. Þeir vantar nú sennilega annar kant þarna. Já. En þetta er erfitt. Já, Káaliðið virðist bara búin að lesa svolítið í gestina og er komið þokkalegt tak á þessu. 15-8 yfir hérna í annar hreinu og náðu með sigri fyrstu. Já, þetta er fljótt að breytast. Telma líka getur alveg dottið inn og það skiptir engum máli þessi tveir í blokk. Já. Það er bara, getur alveg vorið þannig líka. Einmitt, en það er samt spurning hvort hún náði að halda því út í 4 eða jafnvel 5 hrinur. Já. Það er nú meira en að segja að smassa á fullu krafti í svona lönguleik. Já, og líka í byrjun tíðanbils. Það er ekkert, það er bara, þetta er fyrsti leikur og það er ekkert allir, fólk er ekkert komið alveg í 100%. Það er bara þannig. Það er bara mjög eðlilegt. Og eins og ég ætla að þó að liðið sem auðvitað búið að reyna að æfa eins og geta í COVID, þá er það bara allt annað heldur en að æfa blaka fullum krafti. Já. Þetta var fleigur, algjör þrumu. Vel tekið á móti eða bara. Já, það var vel leist. Já. Ég held að það er ekkert reiknað með þessi uppgjöfurinn eitt annað nást bara. Það var ekkert. Blokkin var ekki mætt. Þetta leit mjög vel út hjá henni. En stíð endar hjá Mosfellingum. Það er svona, þurfa að ná smá rönni núna til að koma sér aftur inn í þetta. Þessi var ég sá ekki, það leit vel út hérna svona, ég bara sá ekki alveg hvað langt hann var úti. Það endaði enda þó nokkuð úti því miður. En það var vel spilað, Nera móti einni í uppgjöfinni, í blokkinu mitt. Já, hún er nú ansi hávaxin, 1.85 eða eitthvað, þannig að hún ætti nú að geta verið ansi hátt með hendina og slegið niður. Já, hún gnæfir yfir mig sem dæmi. Og það þarf nú töluvert til. Já, nákvæmlega. Þannig að Telma komin í sínu uppáhaldsstöðu og þar klikkar hann ekki. Nei. Eitt sax á þetta. Nú kann að fara að taka eina góða móttöku og klára þetta. Já, fyrst afsökunum við með litla stöðu hérna inni. Nú er það orðið rétt 15-11. Fínar uppgjafi sko. Við erum í smá baslið þurfum að setja hann yfir. Hratt uppspil hérna á Kristinu. Nei, ætlaði það að búast við launinni eða? Já, þeir bara, þú veist, ætlaði mörgulega að verja þetta en það var allavega tökur leiklega, káa leiklega. Matti var ekki alveg sátti við. Þetta er stundum svona, finnst þér skora, þegar sittliðið skora svolítið mikið fyrir því, þá hættir þú að halda að þurfa að skora. Já. Svo hann þarf að rífa sig í ganga aftur. Já, blak er ótrúlega skemmtileg íþrótt sko, þeir sem hafa ekki spilað blak þeir skvatti einhvern veginn enga með hvernig er að spila heila blakleik. Það er svo mikla sveiflur og leikurinn snýst endalaust. Þetta er heilasport líka. Já. Það er eiginlega bara þannig. Þetta er hérna en þær voru að spila með blágilla káa þess vegna voru þeirra yfir. Þær voru að stóra stíginn og þær voru að gera þetta svo þetta gerist ekki sjálfur sér. Nei. Það er bara svolítið þannig. Og þú mátt bara ekki hætta að sækja í blakinu. Þó þessi 24-0 yfir, þá getur hitlið alltaf komið tilbaka. Það er bara þannig. 3 stig. Það snerist nú heldur betur í fyrirriðinni. Það káa var yfir. Þannig að
Sjáum hvað gerist. Það bara fín stemning í húsinu þrátt fyrir COVID hömlur á fjölda árunda. Kemur Pála. Það var þessi staðalist. Einmitt. Já, það var aðeins svona spesumgjörð út af COVID. Já, bara 50 árundir eldri en 16 ára sem við megum fá í KM-lið. Það sama á leik KA Þór á morgun sem við sýnum hérna í handboltanum. Þetta grautfúlt því miður en þetta bara staðan í samfélaginu. Þarna var vakandi fyrir miðjunni. Sko, aftur. Fín vörn. Já. Og þessi er inni. Telma heldur áfram að raða inn stigunum, komið 10 stig, rétt eins og Pála til Olmó. Helena með fína móttöku, Jóna upp á Helenu og enginn undir í cover. Nei. Það sennið að fara bara í neti líka. Já, mér sýndist það. Það er ekki breytt miklu. Það hlaut að koma að því að hún myndi setja boltan í netið og tilbaka. Hún var búin að skora 3 stig heldur með í netið og yfir. Já. Heldur betur fínt. Hrafnhildur Ásta. Hún getur sótt líka. Já. Það komið á hreint. Hvað, komið 2 stig? Já, komið 2 stig. Já, Rás líka ekki. Jú. Já. Bara frábært. Kemur Sóley inn í uppgjöfum, kom fín inn í. Já, heldur betur. Heldur hún skoraði einhver 60 í röð eitthvað með áðan. Þéttar uppgjafir. Líka vel gert að hún koma ísköld inn í þegar allt er undir og bara standa fyrir sínu. Alltaf aðdáðan að verða að koma inn á bekknum og gera góður uppgjafir. Já, ég sammála því. Sko. Og bara sveimir það var ekki ás. Já. Ég held að þetta hafi verið akkurat það sem hún átt að koma inn og gera. Já, hættu því fyrsta stigið á henni. Þau verða örugglega fleiri. 18-14. Nei, ok. Það var búið að núlla það út. Já, því miður. Þetta er svo sem hættan við að reyna að sækja ásana. Þú getur sett henni netið og niður. Já. 18-15. Gaman að sjá hérna leikmenn og þjálfara að reyna með svona COVID-heilsun. Það er olbúinn, það er ekki verið að. Aðeins bras á móttökunni ennþá. Já, fínt. Auðvelt að spila þessi. Já. Gíja upp á Nera. Já. Sko, hún sér maður þegar hún. Þetta er alltaf svo magnað. Hún kemur annarkvort inn á fullu eða svona hálfugasi. Já. Þetta gerði hún virkilega vel. Það er gaman að sjá ef hún vex ennþá meira, þá held ég að við séum góðan leikmann þarna. Já, sammála því, mér finnst hún bara hafa komið mjög skemmtilega inn í liðið. Já, passar hrósin ekki á mikið. Nei, þetta sjötta uppgjöf sem klikkar. Skipting, Daniela kemur inn. Fyrir Kristínu. Já, fín móttaka. Sáðu laumuna. Þessi var bara nokkuð góð. Bara heldur betur. Já, Jóna Margrét. Við ræddum þetta heima. Já, ekki. Jú, lauma aftur fyrir sig. Já. Á réttu mómenti bara. Já. Hún verður að velja það, sko. Já, hún ætlum að segja, hún verður að fatta hver það er. Þetta gerum frábælega. Já. Það var erfiður bolti til að fara að spila. Já. Á strengin. En hún er búin að gera hann líka vel að ná boltum sem er að stefna netið að teygja sig í það áður en þeir fara og verða ennþá erfiðari. Já, þetta er oft. Finnst þetta flott hvernig þið spila þetta ná á boltanum. Nera sér langur auðurðu. Já, hann verður rétt út í þessi. Það var tæft. Já. Þessum boltum erum við bara að redda í spil. Við erum með fína blokk.
Já, og ég skilji það, það er alltaf gaman að smassa. Já, það er alltaf að smassa, en þú veist, hafa hann bara þéttan yfir. Já. Ekki skora fyrir hitt liði. Það er alltaf, þú átt á engan séns á að skora aftur. Það er vissulega. Í þeirri sókn. Mikið til í því. Kemur Telma afturlínunni að reyna að lauma, Valdís er vakandi fyrir þessu og Jóna, þessi liggur yfir. Ja. Og Helena gjörsamlega með þetta. Já, Pála Del Olmo. Það er svona stig fyrir stig núna, ekki bara. Jó, og það er svo sem er jákvæmt fyrir okkur, því að við erum yfir. Jæja, á er Gía í uppgjöfinni. Ká vantar 4 stig viðbót. Þessi var flott. Helena er mögnuð hérna í afturlínunni. Já. Þarna kom búm. Já, heldur betur. Hún er bara að vera snild að sjá hana. Já, sammála því. Já, glimrandi leik hérna. Svo sem er bara eins og káaliði í heild sinni. Þessum toppslag hérna. Og þessi er stig. Já. Og snertilösa fagnið. Sáu þið undrun og svipin á Gíu, svona enga trú á þessu. Nei, fyrri uppgjöfum var nú ekki slæm heldur, þannig að Furðu lostinni því að skora ás þarna. Káa 2 stigum frá því að klára þetta. Það er flott á þessum boltum. Þetta er ekkert. Þetta er mjög flott hjá henni. Þessi fór bara út. Já, og afturlendingur ennþá á lífi. Já, þetta er ennþá leikur, klárlega. Nú er Velína Apostolova í uppgjöfinu fyrir gestina. Síðustu stigin er ofta rosalega erfið. Flott betting. Flott móttaka. Já. Flott vörn. Telma. Og þessi Sáði Neru. Og Valdís, já. Það herði. Gekkjaða varnir hérna báðum megin. Telma. Og inni. Þessi var vel slegin. Þessi var alveg snildaslegin. Kemur lítið og þetta skulle leita Telmu í þessari stöðu. Já. Það er eiginlega ekkert annað í búið þarna. Hún skilar þessu. Jæja. Nei, þessi flaug bara upp á helinu, alveg. Já, ásjá Velínu. Eins og ég segi, síðustu stigin geta verið mjög taugadrekkjandi. Já, heldur betur. Það er fullt stutt í að maður vinni. Já, og það er líka oft maður sem fyrir að hugsa aðeins fram í tíman. Það er ok, þriðja hérna framöndan. Það bara má ekki. Fín móttaka. Og á Pálu. Já. Þarna hoppuðu það bara fullt snemma með henni. Sá samt sko, Pála þurfti eiginlega að taka fade-away svo þetta í körfuboltanum til að ná þessu boltan. Var þetta komin aðeins og framalega. Já. En það bara stoppar hana ekkert, komið 12 stig. Slær hún seint og blokkinn og snemma og dreif hann bara niður með sér. Já. Jæja, Jóna, Margrét, þú vantar 1 stig. Nei, við gáum 1 stig. Já, þetta er miskunni að segja okkur vantar 1 stig. Já. Maður tala kannski herra. Spurningum að hafa KT bara í hátalakerfinu í salnum. Já. Þá er það nú hlegið í stúkunni. Já, það er kannski einhverju hlægja að þessu sem er að bylla. En jæja. Pála Del Olmo, já. Þessi var bara geggjaður síðasta stíð. Pála Del Olmo. Þessi var við hæfi línan. 13 stig komin hjá henni og Káa vinnur 25-21 sigur. Og svona bara nokkuð samfærandi. Já, komust strax í þokkalega fórustu og lét hann aldrei á hendi. Káa komið allan með stig úr leiknum. Já. Það er jákvætt. Skulum kannski kíkja östust á hvernig stigin hafa verið að dreifast hérna. Sjáum hérna Pála Del Olmo komið 13 stig. Svo ertu með Helenu Kristínu með 8. Nera er komið 5, einnig og Gía.
Svo Hrafnhildur Ásta með 2 og Jóna og Sóley sittkvort stigið. Hjá gestunum, þar Telma Dögg kom með 11 stig, svo Velína með 3, Ástandinni Kristínu Fríður, svo Luðs með Dína með 2 og Valdís Unnur og Dagrún Lóa 1 stig hvor. Við kíkjum hérna á tölfræðina í rinnu 2, 25-21 sigur K.A. Afturlíking komst einu sinni yfir, annars var K.A. alltaf með fórustuna. Var mest 7 stigum yfir, 13 stig hjá K.A. af 25 úr smössum. Það segir okkur það að K.A. heldur betur byrjað að finna taktinn sóttinni. Já, en svo sjáum við hérna mistök mótherja, það munar 4. Já. Og það endinn á rinninni. Já, einmitt. Þetta snýst þetta frekar jafnt, þetta spurning hver gerir fleiri mistök. Já, nákvæmlega og K.A. gerði þó nokkuð mistök í fyrstu rinnu en aðeins að ná taktinu betur. Já. Það skiptir öllu máli. Já, fyrir áhörundu þá Ágúst að horfa hér á leik í handbolta meðan hann lýsir. Ég finnst það aðdáunarvert að hafa athygli í það. Já, ég held að séu langflestir að horfa á 2 útsendingar niður heima. En K.A. klárlega yfir. Já, K.A. leiðir 23-24 hérna á Selfossi, en Selfoss með boltann 15 sekúndur eftir. Við maður ekki að lýsa því bara hérna í K.A. TV. Selfossi jafna, jæja, náum við að vinna þennan leik. Já, þetta bara að vera búið. Já, verðið þarna. Þetta alltaf stór hættuleg íþrótt. Það aðeins verið kontakt í handboltavellinum í blakinu. Maðurinn var laminn. Já, þetta það áhugaverið handboltan. Það vill nú oft vera þannig að það eru ansi ljót brot á síðustu sekúndunum. En mér sýnist K.A. vera að fá 1 stig á Selfossi í handboltanum eftir að hafa verið 4 mörkum yfir hjá lítið var eftir. Já, 2 sekúndur eftir á klukkunni. Það erfitt að klúðra því, ekki? 2 sekúndur þetta alveg lúmsku tími, sko. Já. Nei, jafntefli niðurstaða á Selfossi. Ég er kannski ekki að tjá mig mikið um það að verði erfitt að klúðra því. Ég vissi ekki alveg hvaðan það kom. Það er nokkuð ljóst að þú ert blakari. Mér finnst 2 sekúndur mjög fljótar að líða. En já, þriðja hreina að fara hér í garð. Nú er press á gestinum. Já, þær eru konar upp að vegg. Já, það er bara svolítið svo liðs. Konum með blakið upp í vegg. Já. Nú bara spurning hvort að K.A. ætlar að fylgja þessu eftir. Já, það er alltaf gríðarlega mikilvægt að gefa ekki liðins afturlendingu blóð á tennurnar. Nei, svona fyrirfram var búið að spá þessum liðum svolítið að bítast eftirsættið í vetur. Já, var ekki spá segja það, þannig að þetta er svolítið undir í þessum leik þessara liða. Já, heldur betur kemur með Dína Laus. Flott móttaka og bara klárt. Hélt augnablik þarna, þær var ekki alveg á tíma en þetta slapp. Eininu. Aldrei að efast. Nákvæmlega, Jóna stendur upp fyrir Hrafnhildi og hún er komið 3 stig. Nýmætt norður og strax fara hann til sín taka. Já, þetta er frábært að sjá. Hörðu! Bætir við fyrir hinn minnstökin. Já. Ég skrá þetta hjá mér. Það er bara rosalega gaman að koma heim eftir leik og búið með öll mistök skráð niður. Já, nei. Hún sé nú alveg það sjálf. Að ræða mistökin. Hörðu. Já. Það heldur Telma áfram að ræða stigum, 12 stig hjá henni. Þannig að aðeins þéttleika í blokkina. Já. Kemur Velína Apostolova. Já, Valdís. Klár. Svolítið talega. Já.
Vonandi sé lægið með Já, Valdísi. ég held að sé aðalega reiði yfir því að Nei. það var eitthvað hnykkur á hana, en Já. aðalega reiði yfir því að Nei. taka þetta ekki með höndunum. Já. Veit ekki hvort hann var að reyna að setja hausinn í hann eða hvað það var. Það var allavega áhugavert. Jóna, já. Já. Frábært samspil hjá Jónu og Hrafnhildi. Hún grettaði þessu Hrafnhildi, Jónas þetta svolítið stuttan, en þetta er eins og líkilatrið, ekki gera mistök. Já. Ekki í þín megin. Já. Þessi og móttaka var Já, það bergaði þessu. Og lauma. Vel gert. Frábær lauma þarna. Það þarf ekki alltaf að fast. Nei, þær voru búin að opna líka, það var vel séð hjá Telmi. Þær voru búin að opna mikið á línuna fyrir hana. Já. Já, Telma alltaf mikill blakheili, aðstofan alltaf kallalegi káa. Hérna við nokkuð bara síðan. Nú er þetta vissinu uppgjöf. Nú sýnist mér við vera með annan aðstofaþjálfara á bekknum, Colin, Andri. Já. Það er nú ekki minni blakheili. Nei, einmitt. Brasilíumaður í grunninn. Já, hann er komið þokkalega skemmtileginn í káaliði svona það sem við séð á honum. Já, skemmtilegu karakter. Svo er hann líka að þjálfa Blacklist Splices. Jú, það verður líklegt til árangurs í vetur. Heldur betur, gríðarlega velmannalegur. Ég veist að þetta sé með öldungarlið með þjálfara með hæstu þjálfaragráðu sem fyrir finnst. Já, enda það mikið pressa á þjálfurum Splices að ná árangri. Nei, þetta bara blokkin alveg allt lokað. Já. Þarna það er jafnræði til að byrja með. Já, afturlíðin komið yfir. Pála, já. Hrætt að spila á Gíu, þær eru í smá vandræðum. Hvar endar þetta? Já, Jóna á Neru. Þessi bolti fer í spíruna eins og fólk kallar það. Jú. Einhver reyndast að kalla þetta loftnetið. Já, það. Á tvennu illu fyrst með spíran skárri. Það er bara aftur sensinn. Já. Jóna þarf bara að finna hana og hitta þetta. Eins og Lár á miðjuna þarna. Vel gett hjá Gíja var alveg með augun á henni. Já, og sjá Gíu hérna. Og já, frábær rally. Já. Já, það er flott rally. Heldur betur. Og svekkjandi að Káa tekur leikhlé. Já, komin 4 stig á gestunum. Já. Voru stig undir, konuna 3 yfir. Og Matteo klár. Stoppa þetta strax. Já. En já, svo er veislan að hefjast á karlaveginni á morgun. Jú, leikum við Fylki útivelli á morgun. Já. Það verður fróðlegt að sjá hvernig það fer. Já. Mjög gaman að það er búið að fjölga heldur betur liðum karlamegin að við erum komið með hvað, bara 10 liða deild? 9 liða. 9 liða deild. Já, æðislegt. Það er bara stórkostlegt. Þetta er bara akkurat það sem þurft að gerast. Þetta verður alveg þræl skemmtilegu vetur. Já. Spilum við hvað, tvöfaldum verð? Já. Þannig að úr því að spila hvað, fjórfalda yfir í tvöfalda? Já, þrefald, fjórfald. Þetta er bara snild, blakkið á uppleið. Það er bara nákvæmlega sem við viljum. Það býðir bara til fleiri liðum í kvenna í efstöld. Já. Æja. Valdís klár. Jóna upp á helinu. Það var
Nú ætlaði að reyna að kötta þennan fullmikið. Já. Það er sérstaklega svekkjandi, það var eiginlega enginn út á mótinu í Hávard. Þessi bolti fyrir yfir. Nú er bara pínu vandræðagangur. Allt verður að klikka hjá okkur. Já, þetta er svona full auðvelt fyrir gestina núna. Já, við þurfum að byrja á 0-still okkur, taka á móti. Já. Meira að Hávardinni. Já. Það er svo sem ágætt að fá slæmakaflan þarna í hrinunni, ekki í endan. Jú, það er Já. mikið til því. Nera Mateljan kom með 6 stig og þá gerum við breytingu. Tvöfaldskipting. Já, kemur inn á hún Amelia Ír og Carmen de Munoz. Fáum við uppspilar í afturlínu. Já, Amelia 16 ára gömul. Já. Og alveg þrælefnileg. Já. Fítbolti. Þetta var nett sennilega. Carmen. Hún bara datt, ég sá ekki hvað gerist. Já, hún ætlaði að læra þessu. En stiga enga síður. Jú. Þetta myndi ég flokka sem mistök mótherja. Já, klárlega. Eða samherja eða eitthvað. Já. Við þurfum ekki að ræða mistök samherja. Já, ég ætlaði að segja, ég segja sem minnst samherja. En hvað það? Steinun Guðbrandsdóttir í uppgjöfinni, kemur boltan hérna. Er hérna fínt beint Amelia. Amelia reyna að lauma. Já, eða hvort hann er bara mistan. Bara Já. Þetta er þessi erfiðu boltar á neðstæðingi, það er erfitt ofta að hemja á. Já. 6 stiga munur, afturlendingar að svara fyrir sig hérna. Það er alltaf verða að vinna þessa hreinu. Lewis reyna að lauma og setur hann. Aðeins hik á Amelíu og Pála fór ekki. Lewis Medina komið 3 stig. Amelia á helinu og hún er bara blokkuð. Já. Sýndist að vera Kristín sem að blokkaði hana. Það er erfitt að finna stíðin núna. Gáða megin. Já. Við komum að færibandi á afturheldingu. Já. Þessi áti. Það var mikilvægt. 8 uppgjafir missetnaðar á hvoru liði. Það er mjög há tala en kannski svona einkennandi fyrir fyrsta leik. Já, ég segja þetta er svo mjög eðlilegt að við taka liðin svona fyrstu 4-5 leikin að koma sér í takt. Já. Þannig eitthvað ólulega uppsetning hjá. Já. Það stóði eitthvað ránt. Já, það er vel þegið. Eða býttu nú við. Nei, endurtekið. Já, þetta voru Sigurbjörn eitthvað gert mistök. Telma reyna að lauma á. Já, yfirstig á Telmu. Nú er í afturlínu. Já. Hún fengur við stíði sem við reiknum með hann. Nú þurfum við bara að halda áfram. Það er nóg eftir að sér hreinu. Það sér út í.
Já. Það finnst svona smá andleysi yfir okkar lið núna. Já, svona. Þarna. Amelía upp. Pála. Já. Já. Það gerir Pála mjög vel. Boltinn kom svona tiltölulega aftarlega en hún gerði það mjög vel. Eins og hún svo sem vön 14 stig á Pálu. Þetta er inni. Já. Þetta er beint á línuna. Ég skil ekki Við sjáum þetta mjög vel hérna ofan. Því þið ekki að... Já. Það er að skoða þetta aftur í KTV. Heldur betur. Þessi var klárlega inni á sjá Gíu. Ég er ekki að tissa núna eins og áðan. Þessi er úti. Já. Þessi var úti. Nú er... Spurningur hvort að gestinni sé nokkuð að missa hausinn. Það er svona aðeins fyrir að sitja út á þessa dómaruna síðustu. Já, það er auðvelt að gleyma sér í því. Já. Fín móttaka svona. Já. Net. Nei. Yfirsti í sýnismi. Yfirsti, já. Já, það eru mistök að báða bóa núna. Já. Flott móttaka. Já, Pála. Já. Það var gat í blokkinni. Gat nú verið. Kemur tvöfaldskipting aftur. Tilbaka. Já, Jóna og Nera aftur inn. Fínir boltar hann hjá Amelíu. Já. Það vantar bara aðeins meiri stöðuleika í móttökuna og það er náttúrulega svo sem eðlilegt, þú ert bara 16 ára gömul og... Nei, já, ég segi móttökuna hjá liðinu. Já, ég held að tala um Amelíu. Nei, það var ekkert. Þessi var bara inni í horniði. Já. Það var... Fastu boltinn var á telmu það ekki. Jú, alveg bara í... Hún er komið 15 stig í leiknum. Já. Það er ansi vel gert. Það er spurning eins og ég segi, það næði rosalega á henni hvort að hún á að halda sem damp allan leikinn. Þessi var úti. Já. Hann var ekki langt úti, en úti. Já. Við sjáum ansi vel hérna hér á ofan. Já. Það er nefnilega ágætt að sjá þetta hérna. Spurning að hafa þjálfarinn henni uppi næst. Veit ekki hvort það breytti einhverju. Sjáu þið Pálu. Þessi svo út. Þessi móttaka hjá Pálu. Vá. Geggjuvörn. Sextán 13. 3 stig. Pála. Jæja. Kemur Nera af áhortinu. Já. Speglast þarna á hávörðinni. Tveggjast það munur og það finnst að vera svona snúast okkur í hær núna. Komið nokkuð styrir rauða káa. Já. Og sjáum við Neru hérna og hvað er enda þessi bolti? Æ, ansi erfið bolti fyrir Jónu að gera eitthvað úr. Þannig að miðjan mátt bara koma og berja boltan niður held ég. Það var bara... Já. Jóna mátt ekki
taka hann að það, hún kom aftur inn í, hún mátti ekki setja niður. Einmitt. Og þá alltaf var bolti komin ansi ofan í nettið þegar hann kom svona neðarlega. Já. Sjáu þið þessa björgun. Það var bara björgun afrek hérna í KM-velinu. Þessi lag yfir. Já, heldur betur. Það áttu þetta kannski bara inni gestirnir. Já, ég held að. Það var búið að skora nokkuð svona stig í leiknum. Aftur að svara strax eða alltaf loka þessari hrinnu. Þessari inni. Já. Verður þetta alltaf að verða erfiðara og erfiðara. Tekur Matti og annar leikli. Já, Valdís Unnur kom með 2 stig, getur bæður ás. Sjáum hérna, K.A. kom með 9 ása, gestirnir 5. En sterkt hjá gesturum að svara strax núna með 3 stigum í röð eftir að K.A. búið mikið til 2. Og akkur þegar ég sagði að það væri kannski að snúast okkur við. Já. Þetta er snúðanleikur. Það er nú svona, vantar næsta gír hjá K.A.-liðinu til þess að snúa þessu alveg við. Þetta er svo sem fljótt að gerast ef við náum kaflanum, en það er alltaf að verða tæpara og tæpara. Jæja, þá höldum við áfram hérna. Valdís áfram í uppgjöfinni fyrir gestina. Nú kemur hún. Já, Pála. Hún fylgdi honum eftir þannig að hún var alveg handviss með að vera úti. Já. Og Sóley kemur inn í. Já. Bara vonum við að hún komi áfram með sömu innkomu. Hún gerir fyrstu hrinnu. Við þurfum allavega klárlega á því að halda. Já, allavega að koma boltanum yfir. Já. Bolti. Og misskilningur. Kristín átti að klárlega að taka hana bolta en lita að fara. Já, hún kom aðeins nær lúsarna heldur hún. Já, flott móttaka, flott uppgjöf líka. Nei, og blokkið í antennina. Já. Já. Jæja, hún kemur lokaspretturinn á hrinni. Já, 4 stig. Delma komin í uppgjöf, það gekk ekki vel hjá K.A. áðan. Nei, heldur betur. Það var að stoppa hana strax. Flott móttaka. Full hár hérna fyrir Gíu. Þetta gátu flestir sagt sér að þetta hornirið fyrir valinu þarna. Já. Medina Luz Medina fyrir ekki, hún 4 stig. Og það eru svona 5 laumur á gestunum. Já. Og svo Bjargóblokkinni. Flott vörð. Já. Aðeins og senur þetta í blokkina. Slegið hann bara beint niður. Já, það var mikið stig fyrir gestinni frá Steinunni. Fyrst í hennar. Og það stefnir allt í að Móslíka sé að tryggja sér 4. hrinnu. Já, það er. Við erum ennþá í brasi í móttöku. Já. Yfir með þetta, já. Nei, það er svo langur. Það er lítið að ganga núna. Smá streita í gangi. Já.
Komin 30 stig á gesturinn eftir mistök hjá okkar liði, hvort maður sé í leik eða missaði uppgjöf. Það er bara mikið. Fín móttaka, flott uppspil. Bara vörnin hjá Mosellingum er bara virkilega góð núna. Þarna Valdís komið til að spilu. Sjáu þið þessa móttöku. Flotta varnir. Og Helena, sluttar. Ekki að segja það, hún vil að lesa í hávörðin hana. Jú. Sextiðamunur, þetta er svona ennþá möguleiki en gestirnir eru með pálmann í höndunum. Það má ekki mikið klikka. Nei. Þú máttir taka 1 klikk. En þetta klikkaði ekki. Fín blokk hérna. Og svo. Já, flott vörn hjá Telmu. Lauma, nýra. Já, hún náði þessu. Já. Nei, svo klikkar þessi bolti. Þetta er svekkjandi maður. Það er svo erfitt eftir flott góða vörna. Kom ekki boltanum allavega yfir. Já. Þá er þetta nú orðið ansi strempið en lítur þá strax betur út fyrir næstu hrinu. Þessi bolti, Valdís missir hann yfir en Gíja vakandi hana. Pála fína bolta. Nú fóða þessi yfir og á Telmu og í gólfið. Já, hún klárar þetta. 25-17 sigur gestana í þessari 3. hrinu og þær eru að knýja fram 4. hrinu. Já. Þá fyrir ég hana í kaffi handa okkur. Já. K.A. eftir að hafa verið með 25-21 sigra. Nær ekki alveg að halda dampi þessari 3. hrinu og á sama tíma afturhending með flotta hrinu. Minnkar í 2-1. Kíkjum á stigaskorunina. Það er Pála til Olma og Gómez stigast hjá K.A. með 16 stig, Helena Kristín með 9, Nera Matelja með 7, Gíja með 6, Hrafnhildur Ásta 4, Jóna Margrét 2 og Sóley Karlsdóttir 1. Hjá gestunum þar er Telma Dögg með 17, Kristín Fríða með 9, Luz Medina 4, Velína með 3, Valdís Unnur með 2, Steinun og Dagrún Lóa með 1 stig hvor. Já, kíkjum svo á tölfræðina í þessari 3. hrinu. Ekki mér hún, 17-25 sigur gestana. Það var endanum samfarandi hjá þeim. Það hafa verið jafnt svona fyrirluta hrinunar. K.A. með 7 stig úr smössum gegn 9. Sóknarleikur K.A. var ekki beittur í þessari 3. hrinu eins og var í annarri hrinu. Það skoruðu einhver 13 stig úr smössum á 25. En saman tíma K.A. með 2 ása gegn 1, 0 laumur en 3 hjá afturlendingu og voru ekki allar 3 laumundar frá Luz Medínu sem er gríðarlega hættuleg í laumunum spilari gestana. 1 blokkstig á K.A. gegn 2 afturlendingu, blokkin líka farin að segja til sín hjá Mosellingum og 10 stig sem gestinni fá eftir mistök á K.A.-liðinu. K.A.-liðið að gera aðeins svo mikið af mistökum, munar 8 stigum í heildina í leiknum á mistökum hjá liðunum sem er gestunum í hag. Afturlending mest 8 stigum yfir sem er loka forskotið að loka munurinn á liðunum í þessari 3. hrinu. Við kannski kíkja bara östu bara á leikinn í heild sinni. Hérna sjáum við hann 25-21, 25-21, 17-25 svo þessar hrinur. K.A. með 25 stig í heildina úr smössum gegn 19, 9 ása gegn 5, 1 laumu gegn 5, 7 blokkstig gegn 5, 23 stig sem K.A. fengi eftir mistök á gestunum og 31 sem afturlendingar fengi eftir mistök á K.A. Bæði lið búin að klikka á 9 uppgjöfum og lengsta stigaruna mjög svipið 7 á móti 6 og mesta fórusta 7 hjá K.A. 8 hjá afturlendingu sem var lokað staðan í þessari 3. hrinu og við erum að fara í 4. hrinu í þessum toppslag í missunumdeild kvenna.
Já, stýttist í að fjórðarinn að fara af stað. Nú spurningin nær KA að svara fyrir sig. Þannig fannst þetta aðeins út takti í þessari þriðju hrinnu. Ekki alveg sami fókus. Og gestirnir gengu á lagið. Æja, allt að verða klárt fyrir fjórðu hrinnu. KA byrjar með boltan. Það Jóna Margrét með uppgjöfinni. Fylgjum bolti frá henni. Og Telma beint á Neru. Vilja fá neta KA-lið, ekki dæmt og Nera skorar. Já, Nera með fyrsta stigið. Ég sé þarna vildu gestinni fá neta KA-lið, það var bara ekki dæmt og í kjölfarið skora bara Nera. En allan hreyðist netið þurrvert. Ég sá svo sem ekki hvað gerðist. Ég heldur enda þessi hárrétt hjá afturlendingu að þetta hafi verið neta KA-lið. En hvað það? Það ekki viss með að dæma þetta. Jóna. Nei. Hún fann lús. Já, hún fann lús. Hún vonaði að það sé bara lús með dýna. Já, skulum vona það. Já, það er oft ekki Ég vona að sé fleiri að hlæja en bara við. Það skulum vona það innilega. Já, frábær. Já, þarna var þetta Pála klár en Jóna var bara komin í gírinn. Já. Mikið held að byrja þetta vel. Kemur Pála. Það var móttaka hérna hjá Lus og Uss. Það var, já, klikkaði blokkina aðeins hjá Helena bara færið sér frá held ég. Hún ætlaði ekki að fá þetta í aldið. Nei, ég svo sem ljá hann ekki. Þetta hrikalega fastið boltar á Telmu. Dís. Pála. Þetta þægilegt fyrir Telmu. Fær svo boltan aftur. Hvernig að lauma. Þarna Pála sjálfsögðu mætt. Helena afturlínunni og björgum þessu. Já, það haldið áfram. Það nefnilega úti. Þessar úti. Það aðeins í vetur öðruvísi mók og hérna, neða svona. Búið að leggja einhverja línur með mók og tvíslag. Já. Þannig að við höfum senn eftir að sjá aðeins breyttar áherslur hjá dómurunum með það. Það verður spennandi að sjá hvernig það kemur út. Já. Sáum allavega að afturlínarliðið var ekki annað með þetta vildi fá mók á KA-liðið. Já, mér sýndist það að vera svona ekki dett inn í lóan á henni. Nei. Þetta var flott. En það halda þessu áfram, þá það er ekki mikið að kvíða leiknum. Gestirnir. Telma kom með 19 stig. Nú þurfum við að fara að finna blokkinn okkar aftur. Já, sammála því. Gíja sem til þess byrjaði leikinn virkilegum kraft í áhörðinni. Já, Valdís bjargar þessu og þetta fer yfir. Hörðu. Nei. Þessi bolti okkar. Já. Þetta var líberóstig. Bjargaði bolti, bara komum svo yfir og það er aldrei að vita hvað gerist. Þetta var frábærlega gert. Ég hef aldrei skilið fólk sem að segjast ekki vilja vera líberó. Nei. Þetta langskemmt þessa staðan. Bara klárlega mikilvægsta staðan. Þetta hótt að hlaupa eins og brjálæðingur og endast í boltanum. Þessi var úti. Já. KA komið 2 mistöðum yfir, 2 mistök í rauða gestunum.
Újjörðu. Velína var heldur bara búinn að taka skrefið til hliðar hérna. Já, hann tók allt inn í sveigin hérna vinstra með við hana. Já, sveig mér þá. Þetta var gott. Já, Já, Lauma hann er að rána vakandi fyrir já, sjáu þið, Jónu. cover hann undir blokkinni, flott. Halda þessu á lífi. Þetta er bara inni. Já, þessi reyni. Já. Flott spil, báðum megin. Já. Ef við varum í handbolta þá erum við búin að taka Telmu Dögg úr umferð. Já. Það er erfið í flækinu. Og þá skorar Já. Gíja. Það er bara að setja þrá í blokk á hana. Það er það búið. Já, eða það, já. Það er kannski eina sem er í stöðunni. En já, Gíja kemur aftur á kraftin Já. hérna. Kemur Nera Matteljan í uppgjöfinni. Kastar áttunum háttur oftið. Og, já, hérna, hvað er þetta? Já, þetta er bjargað og Þetta þetta er langur þessi langur úti. Tekur hann. Hann var lengst úti þessi. Og nú vil að fyrir Káali sleppa með skrekkin hann og Það er ekki oft sem að sé Gíu slá út, en nei, það var svona. já, hefði Þetta verið, var hérna, hann var töluvert langt út hérna. já, Velína, Hún vilja halda fram að spila. já, við vörðum því að æfingu að frekar taka þessa bolta og halda boltanum í spili. Æja, Já. þetta Pálu, Vörðni og Pálu. Nera. Flottan leik. Hún kom með svipinn en það vantaði aðeins på hæðina. Já, hún var ekki alveg þarna á réttum tíma uppi. Það var bara þannig. Hún var að bjarga sig yfir. Ef þetta er of lágt. Æja, og þurfum við inn að góða svo, Nera. Þessi er úti, þær er búin að jafna netti núna. Aðeins svo mikið að mistökum hjá okkur núna. Og einhver miskilningur hérna, en Matteo hlær bara að þessu. Já, Já, spjald þarna, hvað er seinir með skiptinguna? Gekk eitthvað svoleiðis? Já, syns það. Írðu, Þessi á stuttur, mjög Já. stuttur. Náum þá allavega að halda um í leik. Já, Telma. Telma bjargar þessu. Já, Og hver Pála á afturlínunni og setur hann út. Já, Þetta er 4 stig í röð hjá afturlíku og þau eru öll eftir Mistök. mistöki okkur. já. Nú þarf Káa að skrúa fyrir, gefa stíginn. Leyfa afturlíku bara að skora stíginn sjálf. Já, Eða, þú veist, já, ætla hann að hafa fyrir því. já. Írðu! Þetta eru svona þægilegar uppgjafir, það virðist vera nóg núna bara að setja boltan yfir netið. Já, þetta var ekki gott að sjá. Na, skipting, Carmen og Nera. Æja, nú þurfum við að fá fókus aftur inn í þetta. Já. Þannig þá Gíja. Þessi er inni, þessi er inni. Já. Já. Þessi var inni. Það var ekki nokkuð spurning. Það var bara skeytin eða þetta var í handbolta. Gíja Gunnardóttir með 8 stig. Þessi var, og Velína er nú eitthvað að fara yfir hlutina. En þessi var bara inni. Alexander og línuvörður þarna og stendur hún í býsna hátt en þetta var bara á blá línunni, sko.
Já, Við sjáum þetta einstaklega vel hér allavega. heldur betur. Og þið svo sem líka áhorfendur góðir. Getið farið tilbaka að horfa á þetta í slow motion eða viljið. Það er ýmsir fítusar á YouTube-inu hjá okkur. Og Já, þarna gekk miðspilið upp hjá þeim. áfram svo stað að Afturelding verður að vinna hreinnuna til þess að halda sig inn í þessu og hérna kemur Ás. Já, Kristín Fríða kom með 10 stig. Já. Vel gett að Gíu. Hún á netið þarna. Og Gíu farin í uppgjöfuna. Já. Þurfum hann á að tengja nokkuð stig saman núna. Það er erfitt að vera alltaf að elta. Það er erfitt þegar uppgjöfun fer ekki yfir. Já. Heldur betur. Þá fer Luz með Dína í uppgjöfuna fyrir gestina. Já, og getur hún alveg gefið þið. Heldur betur. En Helena flettist að hérna og Pála af áhorfendinni. Telma. Frábær blokk. Flott cover hérna. Bjargar þessu flott. Ok, og Pála aftur. Og þessi að fara að telma þið. Jóna er mætt. Velst að sett. Fyrir Pála. Já, þetta er frábært blak sem bæði liðar að sína hérna. Pála. Já, Luz tekur við þessu. Já. Þetta er glæsilegt blak hérna. Telma. Útsi. Nei, inni. Já. Ég held við sér rétt með sleikt línuna. Já. 4 stiga munur. Luz. Helena. Jóna og Pála. Þessi er inni. Frábærlega gert. Ekki auðvitað bolti í heimi. Nei. Þetta er svona hálfgerð redding, hár út á kantinn og... Já. Það er líka okkur meira en að segja sem um að taka á móti þessum uppgjöfum. Já. Þannig að vel fínt að skila þessu allavega upp. Já, og losa stöðuna. Net. Já. Áfram 4 stiga munur á liðinum. Það skildi þá aldrei verða undir missett í oddahreinu. Sér úti. Það er Halldór inn í leiknum. Já, bæði lið búin að klika 10 uppgjöfum. Það er helst alltaf hendi hönd hérna. Bara sanngjarnt. Já, bara sanngjarnt. Jafnrétti. Þessi er inni, frábær bolti. Steinun las hana vitlaust. Pála komin í 18 stig? Já. Það er einnig að fylgja inn í Telmu í stigaskorun. Það var Pála klár en Valdís tók hann. Það er smá samtalið. Jóna geggjaða stertingu þarna og svo Helena. Já.
skrúar hann niður á miðina. Vel gert. Já, það þarf okkar að tækni til þess að taka svona bolta. Já, þetta bara vel gert. Já, 3 stig í röð hjá okkur núna. Getum við náðu að jafna þetta. Laus hvaðan bolta sér út. Já. Sem var langur á Valdísi. Káa er bara búið að jafna þetta. 14-14. 4 stig í röð. Já, þetta er geggjað. Telma. Já, þetta er úti. Blokkin út. Já. Leiðist það mútið svona góðu leikmann eins og Telmu, þú heldur þetta með hann í hávörðin, þá bara bombar og niður út. Já, þetta er ekki auðvelt. Sér út. Valdís búinn að eiga nokkra mjög góða lestra hér í dag. Já, þessi var rétt lesinn en það munaði ekki miklu. Nei. Hrafnhildur. Nei, hann datt ekki í þetta skiptið. Leiði var að fara að segja fýttbolti þá jinxaði þetta. Hingað til að það væri vildur að detta þarna. Allt í einu hrappa en hann hrappaði ekki þessi. Nei, fyrir vikið er þá 11-11 mismunum uppgjöfum. Þetta er alveg magna ef annar leik klikkar uppgjöf þá verður hitt að svara. Sjáum við Helenu. Þarna var hún komin. Þarna reiknaði með laumum frá Jónu en hann kom ekki. Nei, þú ert með leikmann eins og Helenu að kantinu og skilja alveg og setja boltan bara á hana. (16-16) frábær spenna hérna í fjórðu hreinu. Sko, Pála ennþá stendur alveg hreint. Sér bara betta steinunni. Ok, Helena. Já. Vel gert hjá Kristínu þarna og Telma. Sér langur og þessi er úti. Mjög nálægt í var hann að vera inni en hann var úti. Já. Hárfínt. Káa komið yfir núna. Fyrsta skipti í hvað? Ansi langa tíma? Allavega langa tíma, já. Já. Við munum ekki eftir því hvað. Við leitum svona upphafi þessa fjórðu hreinu. Annars er afturlík búin að vera með smá taka á þessu og hérna er Gía. Fínt spilaði afturheldingu bara áfram og skrúast yfir frá netinu yfir. Telma var að skora alls konar stig. Já. Það virkar stundum að slá nógu fast. Já. 23 stig á Telmu. Það er þokkaleg yfirlýsing. Já, það er. Pála, Jóna á Gíu. Gía, hávörðin tekur, nei þetta er netinu. Já. Já, þessi rétt. Skulum segja það. Já. Já, við vorum ekki lengi yfir. Pála, Jóna laumar. Já, hún var tilbúin þarna. Já. Flott. Já. Pála, já, Pála jafnar. Fer að blokkinni og niður. Þetta er. Pála er seig, hún er ekki búin að gera mjög mörg mistök í sókninni. Nei, sammála því. Það er bara svolítið að skilast undir stigum. Já, öruggur sínum aðgerðum og við greinir að hlusta mikið á KTV, hann er ekki að gefa að sínist ekki. Nei, við erum búin að ræða það, með ekki að gefa stíginn. Heyrðu, það er bara jafnt og. Átt á öllum tölum núna. Hérna. Jæja. Það segja okkur eitt að það er það mjög líklegt í að gestinni geri uppgjafafeilur á næstunni. Já, ef tölfræðin á að halda áfram eins. Já. Mikill tölfræði áhuga maður, þá vona ég það. Já. Tölfræðin sveik okkur ekki núna. Nei, heldur betur. Skemmir hérna aðeins hálfgæstinni á laus. Það þarf að laga það.
Þurfum við að geta reiknað úrslitin bara úr tölfræði? Já, ef við pælum bara í uppgjáfa Felix tölfræðin þá er þetta vantarlega jafntefli. Það er aldrei verið einstegs munur. Æja, Sóley Karlsdóttir. Já, þetta er skipting sem við erum að sjá í öllu hrinum. Já, á nákvæmlega þann tíma til öllu hrinunum. Já. Og nú klikkar á. Já, hún kastaði, maður sá það hún kastaði boltan upp þarna. Já, þetta gengur ekki alltaf. En þú voru flottar innkomur hjá henni. Það er nokkuð ljóst ef þetta gengi alltaf upp, þá væri hún vantilega bara alltaf í uppgjöf. Já. Það hætti því. Það er erfitt samt. Já, ekki það gengur alltaf upp. Já, þú meinar, já. Þessi flög út. Þannig að það jafnar aftur. Já, það er 13-13. Skulum bara kíkja á þetta. 13-13. Já. Já. Nú erum við með 3 frammi. Jóna. Nei, þetta truflar aðeins miðjan afturspilarna, allt í lagi. Já. Afturlíkum vantar 4 stig til að knýja fram Odda-Hrinu. Pála, frábær móttakirna Kristínu. Og Telma þrumar sig niður. Já, nú þarf K.A. að fara að slúta sókn. 24 stig hjá Telmu. Og það er leikhlé, K.A. Það á ekki að gefa þessa Hrinu. Nei, það bara má ekki. Þá er K.A. allavega búið að missa 1 stig. Jafnvel 2. Getum það allt gert í Odda-Hrinu. Já, það munar þokkalega að hafa leikmann eins og Telmu í sínum röðum. Já, hún slúttar. Já, heldur betur. Það kom smá kafli hjá henni í annar Hrinu sem hún var ekki alveg að hitta. Annars eru búin að vera rosalega stöðu. Kom sterk inn þegar að leiða á. Já. Ég fór að tala um að þetta væri kannski erfitt að halda þetta út, þá bara er hún að guðanlega æsti að sína það sé ekkert mál. Það er bara ekkert mál. Það er hvatning í höllinni. Já, það er búið að lifna við fólki hérna sem er vel. Jóna. Æja, Carmen setur hann yfir. Telma enn og aftur. Þessir mjög örugglega inni. Já. Nú fara sennilega allir boltar á Telmu þar sem eftir er Hrinunar. Já, það er skildur svo bara hinga undra. Það er bara örugg stig. Já. Ef ávísanir var ennþá í gangi þá var það bara klárt mál, þá var það bara ávísanir steg. Æja, Pála, þú vantar stig. Og á Telmu, og hún hamrar. Það er að frétta hérna. Stígverki feilspor. Hún er komið 26 stig. Önnur. Já. Hann er líklega, Matteo. Já, K.A. þarf 4 stig í röð núna til þess að knýja fram upphækkun. Og ekki gera nein mistök. Já, það er partur af því að skora 4 stig í röð. Já. Það er ekki margið þannig kaflaði í leiknum. Nei, því miður. Það reyndar afturinn akkað með 4 stig í röðum og það erum að tala um það. Jú. Ekki margið, sagði ég. Nei. Það er kannski eitthvað sem bæta við tölfræðina. Bara alvöru leikur eins og reiknaði með. Já. Þetta leit hérna mjög vel út fyrir K.A.-liðið í stöðunni 2-0. Já. En afturlendingar bara fara að gera einfalda hluti eða. Já. Og Telma náttúrulega bara gerir ekki mistök, hún bara smassar öllu niður. En móttakan líka hjá afturlendingu er virkilega góð. Já, það var mjög flott. Aðeins svona meira seki hjá K.A. Bjarga þessu. Og á Telmu. Af hávörðinni og út. Nei, einminni og þetta er búið. Það er Odda-Hrina. 25
25-20 sigur Aftureldingar í þessari fjórðu hreinu. Við erum farið Odda-hreinu, Thelma Dögg 27 stig. Já, og hún á séns að bæta við. Já, hún gerir það klálega sko. Það er að segja sko, ef Afturölding vinnur Odda-hreinu þá er reiknað með að hún endi með 42 stig. Já, það skorið bara 15 stigin. En já, hérna sjáum við stigaskorinn á K-liðinu. Pála til Olmóður með 90 stig, það er svo sem alls ekki slæmt, en svona... Nei, það kannski dreifist aðeins meira þarna. Já, Helena Kristín með 11, Gía 9, Nera er með 8, Haraldur 5, Jóna með 3 og Sóli er með 1 stig. Hjá gestunum, þar ertu með Thelmu Dögg með 27 stig, Kristín með 10, Velína með 4, ásamt Lús með 10, svo er Valdís Unnur og Steinun með 2 stig og Dagrún Lóa er með 1 stig. Já, þessi fjórða hreina var hnífjöfn lengst af, en það stungu svo af í restina. Já, Mosfellingar. Það er svona, K8 einhvern veginn ekki svar í endan. Nei, bara þetta var mjög einfalt, það var bara 5 stig í röð sem bara mátti að setja beint upp á Thelmu og svo bara, já, klára hann. K8 tók ekki vel á móti og það var erfitt að sækja. Einmitt. Já. Móttakan hjá gestunum algjörlega frábær. Kannski eitthvað sem við ætlum að bæta við. Tölfræði, góða móttöku. Já, það er allt. Það er kannski svolítið huglegt. Já, þetta er svona. Það var þetta mjög skemmtilega, það var prósentala á hversu góð eða slæm móttakan er. Já, það er allt hérna. Já, það er svoleiðis. Já, já. Og þar er einhvern veginn að koma því inn í K-tífið. Nú fletti ég þessu upp fyrir Ágúst. Já. Kinnunum fyrir. Þetta verður klárt í næsta legg, ég vil lofa því. Svona er þetta maður með huga við margar greinar í einu. Já. Já, aðeins lengra hlé hjá K-liðinu heldur en gestunum. Það er kannski K meira svona bregðast við. Aftureldingar bara búið að finna sinn takt. Já, það breyst svona leikurinn. Jæja. Kveiknar aftur í stúkunni. Odda-hreinan að hefjast. Það er Lúis Medina sem hefur leik fyrir gestina. Valdís missar hann yfir. Óvinni þægileg uppgjör samt frá Lúis. Já, og þessi, það kom að því. Það bjargaðist. Það bjargaðist. Það kom að því að það færi eitt bolti út hjá Thelmu. Já. Þetta er mjög skemmtilegt að fylgjast með þetta hvernig Jóna kemur sér inn á sömu stöðu og bakkar til að byrja með. Rútínunni og ás. Það er kannski svívirkar. Það þarf að fylgja rútínu í uppgjöfum. Þetta er spes í blakkinu. Það er gaman að spá í rútínu fólks í uppgjöf. Þetta er gríðarleg hjátrú. Já. Alltaf gaman að hjátrú. Það er sannlega erfiðast fyrir núna í COVID fyrir þá sem að sleikja skóna sína. Já. Já. Flott vörn og... Nei. Já. Blokkarna. Ég var Valdís sem að blokka þetta. Þannig að mátti okkur að pikka þetta bara upp. Það er 2-1 og Velína Apostolova í uppgjöfinni hjá gestunum. Og þessi bara hrapaði niður. Já. Þetta Valdís bjósti boltanum aðeins aftar. Já, hann flott uppgjöf.
Áttundi ás gestana. 2-2. Spilina fram á Pála. Já, það Kristína klár. Telma enn og aftur. Og út, nei, inni, já. Já. Fór hann aðeins í skuggan af henni, en sá ekki, sýndist það bara á stefnunni að vera stefn út, en steinleiði á línuna. Já. Komið 28 stig á Telmu. Sýbolti klikkar. Sem að vantar að segja okkur hvað. Það káaliði líkjöld að klikka þessu eða? Já, nei, nú erum við konið í oddarinu. Hún alltaf öðruvísi. Já. Og sko, það fór bara ás í staðinn. Já, strangt í tekið ekki ás. Ás í KT, við erum svo jákvæða þar. Hér er bara gleði. Já. En nei! Ég hérna sagði, jæja, hann kemur uppgjöða mistökin en hann skreiði við neti. Það er spurning Þetta var öðruvísi. Já, það er svona spurning hvort það sé alltaf þegar þrennt er. Ekki sem að bíða eftir mistökunum. Nei. Æja, hún bara örugg. Nei, það var furðuleg stig. Já, það byggust við einhverju. Við byggust eftirlega við einhverju, Já, en það varð ekki. Nei, við byggust við einhverju sem varð ekki. Já. 5-4, þetta ættir að verða svakalega oddarina. Þetta er líka taugatrækjandi, það er ýmislegt sem að Jóna á Pálu úr afturlínunni, frábær. Flott vörn á Telmu. Hávörðinni og... Já. Þetta er erfitt. Jæja, flott. Telma komið 29 stig. Jafnt. Þessi góðan tími í þetta. Já. Hörðu. Það er 2 stiga munur í uppgjafafelum. Ég bara hefði aldrei verið svona æstur á ævinu við missetar uppgjöf. Nei, Þetta truflaði tölfræðina. En áfram með smjörið. Og hérna. Já. Þú getur ekki glaðst yfir þessu þó tölfræðin hafa aðeins. Já, aðeins lagast þarna til. En ekki að bara lagast. Já. Jæja, Telma Mikjöf. Það var mjög örugt hjá henni. Já, nú ekki að... Nei, Sjáu þessa blokk. Já, Kristín Fríða kom með 11 stig. Pála, Jóna og Carmen á horninni og vel bjargað. Frábærlega gert. Og já, þarna lúrði Carmen og kláraði. Það gerði hún vel, 7-7. Carmen Munoz Morales, fyrsta stigið hennar. Carmen fer svo aftur í uppgjöfina. Hvort liðið verður yfir þegar það verður skipt allarafmenning. Og þetta er tvíslag. Já. Það er erfitt að deila við það. Þetta bara meðan boltinn fyrir yfir og þá. Já. Og afturhalding leiðir 8-7 þegar þessi 8 hreina er hálfnuð. Leiðin skiptum allarafmenning. Sennilega, ég held að þetta sé fyrsta tvíslaðið sem var dæmt í leiknum. Já, það er bara hárrétt. Algjörlega hárrétt, það er ekki búið að rætt mjög mikið net heldur. Nei, þetta er svona...
Jæja, hvort liðið fer með 2 stig úr þessum leik. Bæði lið eru örugg með allavega 1 stig úr þessu. Og bara spurning hvort liðið fær 2. Sigurbjörn komin í að þrífa völlinn. Já. Hann er ótrúlega fjölhæfur. Já. Mjög gaman að þessu. Það er Pála til Olmó sem að byrjar stuðningsköllin sjálf. Já. Ótrúlega skemmtilegur karakter. Tökur svo í boltanum hérna. Carmen. Fýtt bolti. Kávalið fær sénsinn. Úti? Nei, hann var inni held ég. Ég held að við sleikt línuna. Já, ok. Jæja. Ég held það. Já. Jú, ég held að Óskar sé kannski í bestu stöðum til að sjá þetta þarna. Já. Þetta var... Tveggja stiga munur. Nú þarf Káa. Pála, Jóna og svo kemur Helena. Já, klaffar þessi var inni. Já. Það er allir sammála um það. Já, en það sé svo að Telma, hún bölvaði boltanum eða bara áður en lendi. Það er... Mikilvægt að ná að virka Helena aftur. Já, hún þarf að koma inn núna og fara að klára. Já. Ég Telma með þægilegan bolta, Jóna. Já. Þetta var tvíslægt. Já. Valdís var mætt þarna til að spila upp líbero og Gía. Já. Nú er hérna, já, umgjörðin okkar að falla hérna eins og Dominó-kaupar. Það var eitthvað skortur á skiltum í. Það fær alveg hver áhorfandi eitt staur til að rétta við. Jæja, hún var aðeins að fljóta. Jæja, hvað það? Áfram með blackið. Pála, þú þurfum stig. Frábær. Var þetta þessi? Já, réttum megin. Já. Og kemur Pála aftur. Og aftur var reist. Frábær staðsending. Og Telma, nú getur hún klárað þetta. Nei, Carmen. Já. Pála, já. Þarna bara settum bolta. Ekkert. Hún ætlaði ekki til að láta verja aftur. Nei, heldur betur. Sá að þarna var gat í afturlínunni. Skrúaði bara yfir. Þetta var risastór stig. Já, þetta var... Hefði voru ansið eftir 11-8 undir. Þetta var eiginlega stigið og nú kemur Sóley. Ef hún var stressuð áðan, þá var hún stressuð núna. Nei. Ég er full á trú að hún standi undir því. Það eru ansið góð blaki en í þessari stelpu. Já. Ég held að hún sé klár í að snúa þessu okkur í vil. Engin pressa samt. Þetta var á fast. Já. Og hvað þýðir það? Það er 15-15 í missetum uppgjöfum. Já. Þannig að mér var það ennig gæstilega bara ósk minni. Luz Medina. Helena, Jóna. Komdu Pála af hártinni. Já. Þetta var mikilvægt. Nú erum við farin að gera spennu í þetta. Nú erum við farin að gera svipu og afturlendingu. Við erum farin að leiða svolítið mikið að Pálu. Já. Skildir svo mingan undir að hún er bara á. Nei, það er fer eðlilega svolítið á hana núna í þessari stöðu. Já. Hún er líka bara á eldi eins og maður segir á lélegri íslensku. Nei, og heyrðu. Telma. Sáuði? Já. Sáuði Valdísi þarna. Og hávörðin. Nei, svo endar þetta í stígi fyrir Velínu. Þetta var flott rally samt. Þetta var alveg geggjað. Loksins er við náðum að loka á Telmu. Þá kom bara Velína. Já, Luz, hún fann lausnir. Það er bara svolítið svoleiðis. Einmitt.
var bara eiginlega akkurat svoleiðis. 2 stiga munur. Gestirnir eru 3 stigum frá því að klára þennan leik. Það verið gríðarlega svekkjandi ef þeir tapa þessu eftir að hafa komast í 2-0. Þetta fer á telmu. Og á, alltaf leið með þetta. Nei, við vorum eiginlega hægt bara þarna. Já, eiginlega gerir ráð fyrir þessi bolti verið farinn. Já, bjúkust held ég allir við að verði flautað á mokk hérna held ég. Svo var ekki, en telma var bara klár. Já. 13-10, þetta er ekki búið, en gestirnir eru heldur betur í góðri stöðu. Já, það er flott barátta, báðum megin. Já, já. Það er ekkert. Sjá að það er álag á fleiri heldur bara leikmenn, með þess að línudómar eru að leggjast niður og að safna orku. Já. Enda er að koma yfir háttatíma hjá þeim. Já, klukkan árið 10:10. Jæja, Velína Apostolova í uppgjöfinni. Hvað gerir hún hér? Þessi bolti. Nei, þarna var eitthvað mikill miskilningur. Hún fær ás. Þarna fór þetta líklegast. Já. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. Velína aftur. Núna er Pála klár. Jóna á. Og Pála. Já, við erum ennþá inn í þessu. Já. Og Pála í uppgjöf. Já. Pínu pressa á henni núna, klikka ekki. Já, en ef það er einhver sem höndlar það, er mjög líklega Pála. Já, þetta er. Auðru. Hún klúrar þessu aðeins en sleppur með það. Þessi bolti á Valdísi. Jóna upp á Helena og þær kláraði þetta. Þetta var svolítið í taktu. Já, Valdís klárar þetta með 8 blokkstigi gestana. Þær vinna 15-11 í þessari 8 hreinu og leikinn þar á 3-2 eftir að hafa lent 2-0 undir. Það þarf þokkalan karakter í það. Já, þetta var flottur leikur. Já, segir okkur hvað koma skal í vetur. Já. Það verður gaman að sjá seinni leik liðana. Við erum búin að spila aðeins meira þá. Já. Já, í rauninni. Það er gríðarlega svekkjandi að hafa tapað þessu, en alltaf saman tíma afturlíking bara er alltaf með hörku lið og já, bara koma á seglinni. Aldrei hægt að afskrifa þetta lið. Nú kíkjum kannski örsett á tölfræðina. Pála til Olmo Gómez, stigast K með 24 stig, Helena með 12, Gía 9, Neira 8, Hrafnhildur 5, Jóna 4 og Sóley og Carmen báða með 1 stig. Hjá gestunum þar er Telma Dögg með hvorki meira en minna 30 stig. Já. Var líka ansi gott að hafa hana þegar mest á reyndi. Já. Kristín Fríða með 11, Velína með 7, Valdís Unnur 4, ásamt Lúðs með Dínu, og Steinun 3 og Dagrún Lóa með 1 stig. Á lokum skulum kíkja örstutt á tölfræðina í oddarheinunni. Árum fyrir að segja þetta gott hérna. 11-15 lokatölur, 5 smörs báðum megin, 3 Ásari K2 hjá gestunum, engin lauma, en gestinni með 3 blokkstig. Háverðin heldur betur mikilvæg hérna fyrir þau og 5 stig eftir mistök á K-liðinu. Já, svo langar með að sína 1 áður en að við séum þetta gott. 15-15. Já. Þetta endaði með jafntefli. Þetta endaði með jafntefli sem skipti mig máli greinilega. Herru, ég held að við höfum að setja gott. Virkilega gaman hafið með mér Arnar. Glæsilegt. Og Blakveislan er heldur betur byrjuð. Þetta er alltaf byrjað. Takk. Herru, glæsilegt, sjáumst.